Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Viðmælandi minn í dag er Helena Jónsdóttir, klínískur sálfræðingur og stofnandi Mental. Helena hélt erindi á vinnustað mínum í síðastliðið vor, geðheilbrigði og það kveikti svolítið í mér og ég áttaði mig á því að vellíðan starfsfólks er samfélagsleg ábyrgð og að við getum ekki einungis haft jákvæð á eigin geðheilbrigði, heldur einnig á geðheilsu samstarfsmanna okkar og samferðafólks. Vertu hjartanlega velkomin Helena og takk kærlega fyrir að gefa þig tíma til þess að deila visku þinni með okkur hinum. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að leiða mér að koma. Bara mín er mikil ánægja. Æðislegt. Ég bara yfirleitt dembi mér bara beint í fyrstu spurninguna. Flott. Hver er Helena? Sko, mér er mjög tamt að tala um þetta geðheilbrigði á vinnustæði minn en ekki sjálfa mig, en ég er nú bara, mósfellingur, íþróttastelpa og svona dálítið nörd í grunninn og fólk sem þekki mig í dag, það hlæra að segja, þú ert ekki nörd, þú ert upp um allt og út um allt og félagslega mjög sósíal, en ég láfist upp í rúmi og með epli í muninum og bók í hönd, þá ég var 12 ára með gleraugun á nefinu og svona minna frændsískinni minn eftir mér, en svo einhvern veginn, varði ég félagslega svona virkari og var ég MH og auðvitað, það sem við sitjum núna og fór svo í sálfræði. Ég svona auðvitað, langar að tala eins bara það sem ég verið að gera í lífinu, svona vinnulega séð og ég hef átt þeirri gæfu að njóta að hafa tekið margar uppeyr í lífinu og held mér svona út í djúpulegina með ýmsa hluti og sem að voru bæði var ég bara í ráðgjöf og rannsóknum í gamla daga hjá Gallup og svo var ég stjórnandi í banka í mörg ár. Nú svo var ég fór ég í bara klíníska sálfræði, var sálfræðingur og ég held fyrirlestra. Svo var ég erlendis að vinna í hjálparstörum sem sálfræðingur í mörg ár og svo bjó ég á Flateyri og eitthvað svona og svo var ég í þeirri stöðu í svona febrúar, mars í fyrra. Ég var á leiðinni heim eftir verkefni í útlöndum og fattaði við skipta að ég væri atvinnulaus. Þannig að ég fór að hugsa hvað og ég bara svona fór aðeins yfir ferilinn, þá hugsaði ég ég er búin að gera mjög margt og margt skemmtilegt og ég svo sem ekki kannski mesti sérfræðingurinn í neinu en kann mjög margt og má mjög margt og fór aðeins að bara skoða markaðinn og ég sá að svona geðheilbrigði er þetta bara mikið í tísku, skulum við segja, en bara, þörfin er brýn og mikil bara frjó umræðu þessi mál. En þegar ég fór aðeins að svona skoða þetta betur, þá er þetta einstaklings svona hyggjan svolítið í því að fólk bara bera ábyrgð á sínu. Það bara fer til sálfræðings og meira segir þetta ekki eins og verið að niðurgreiða sálfræðins þjónustu og samt er verið að tala um eitthvað svona samfélagslegan vanda og þá var ég átt að með á að fyrirtækin hafi ekki alveg tekið þetta svona konsept upp. Atvinnulífið hefur bara ekki alveg fylgt eftir. Og ég fór að skoða og þá úrvarð að ég stofnaði þetta fyrirtæki sem heitir Mental ráðgjöf og er í raun og veru fyrsta svona markmið er að, ég orða það ljótt, að velta ábyrðinni geðheilsu aðeins yfir á fyrirtækin. Taka hana af starfsfólkinu og segja, það er ekki bara þína ábyrgð að þú komir á morgnana við góða geðheilsu eða skiljir hana bara eftir heima og verður ekkit fyrir neinum áhrifum hér í vinnunni, svo bara vinnur þú við þína vinnu og hvað þú gerir svo eftir þína vinnu er bara aukaatriði. Og snúa þessu svolítið við og ég legg ég nota orð fyrsta viðskiptavinur okkar sem var mjög hugrægt fyrirtæki og framsækja sem heitir Hvítárvatns þau ákvað að verða sérst fyrsti kúnninn minn og framkvæmdastjórinn þeirra Elín, hún orðaði þetta mjög fallega og sagði það er á okkar ábyrgð sem Hvítárvatnsins að tryggja að starfsfólk fara allavega ekki með verri geðheilsu heim á kvöldin heldur að koma í morgun og ég fæ ennþá svona pínu gæsáð bara hefði ekki getað orðað þetta betur og þetta er í raun og veru bara allt sem mitt fyrirtæki og mín vinna í dag og mér dreymir þetta og það leikur við salt þetta út á matinn minn einhvern veginn, bara þessa hugmyndafræði. Brennur fyrir þessu. Já, að líta á, ef þetta er samfélagslegt vandamál þá þurfum við öll að bretta upp ermar og það er ekki bara þannig að ríkisstjórnin og félagsmálayfirvöld og við þetta sem einstaklingar og skólar, þetta þarf bara atvinnulífið að taka sinn skerf og það er að gera það mjög fallega og skemmtilega þannig að sem við getum talað endalaust hér í framhaldinu Ef við bökkum aðeins og höldum svo áfram með þetta eftir að þú ert með mjög víðtæka reynslu og bakgrunn
eins og segir úr bankageiranum og læknar án landamæra það ekki, þú varst með sálfræði aðstoð við flóttamenn. Já, rák til dæmis bara sálfræðastu fyrir flóttamenn í eiginlega bara í frumskoðunum í Suður-Súdan, bara til að taka eitthvað dæmi og það hefur verið bæði í Afganistan og Líbanon og unnið við landamæri við Sýrland og fleiri stöðum, Egyptalandi. Og þannig að af því að þú ert með þetta viðtaka reynslu þá finnst þér þú geta nýtt það ekki, þú ert með svo mörg box og skilur kannski úr hvaða átt. Já, og það kannski ekkit margir að fólk hefur svolítið verið ég skil ekki alveg konseptið til að byrja með, svo einhvern veginn þegar það horfir á bakgrunnin minn og horfir á bara þörfina að þá að ljótur íslensku meikar þetta bara pínlítið sens. Að til þess að geta í raun og veru sinnt í sem við erum að gera í mentalráðgjöf og það þarf maður kannski að vera með einhvern svona manneskilning og ég var svo sem í þeim málum bara hjá Gallup og Capacent og var að vinna í ráðgjöf í mörg ár og vera í góðri ráðgjöf og vera með svona líka þess að brenna fyrir svolítið svona samfélagslegu vangaveltum og vera með svona vitundarvakningu sem er mjög tamt hjá læknum og landamæra til dæmis, svo vorum að reyna að eyða fordómum og fleiri þess að fá fólk til þess að koma til okkar og svo er þetta bara klíniskur sálfræðingur og hef svo sem ýmislegt það að segja. Þannig að þetta raðaðist einhvern veginn, það var eins og þetta væri svona bara klæðskerasaumað fyrir mig. Og þetta er gaman að segja frá þetta, það er mjög margir að gera alls konar á þessum sviðum. Einhver að gera eitthvað smá á Íslandi þó það sé svo sem ekki mikið, en það er ekki mörg fyrirtæki eins og í heiminum að gera þetta. Kannski af því að það hefur enginn þessa furðulegu reynslu sem að ég er með. Það er mörg að gera búta af þessu, en það er ekkit mörg fyrirtæki sem hafa sérhæft sig í svona þessum öllum bakkaðum sem við erum að reyna að sinna. Þannig þetta er í raun og veru ný nálgun. Já, pínu. Ég hef allavega ekki ennþá rekist á mörg fyrirtæki. Þannig að, Geðheilbrigði hefur einhvern veginn fengið svolítið svona fordóma, það er ekki okkur ekki eins tamt að segja ég er að fara til sálfræðings eins og ég segja að fara til tannlæknis eða ég er að greppa til læknis. Finnst þér þetta eitthvað hafa breyst eftir að þú byrjar að vinna við þetta geðheilbrigðis á þessu sviði? Ég held að þetta hafi breyst stórkostlega, bara svo við tölum svolítið jákvætt og þar ætla ég ekki að þakka minni kynslóð sem er svo gætlega X-kynslóð, við erum ennþá jafn sama saum og ég finn það bara sjálf. Þegar einhver sendir svona post, hæ, ég er að fara til sálfræðings, þá er ég svona, fæ svona einhvern svona vandræðarhroll, sem að þetta bara, ég eyði út á sekundubróti og heyrði, nei, þú ert búin að breyta kassetu í hausnum að þér. Ég tók nefnilega eftir þessu, þú sagðir þetta í voru, það væri rosa munur á milli kynslóða. Já, algjörlega, og ég held að það er pínu, sprautan að því sem að ég byrjaði að spá í þetta. Af því að ég og mín kynslóð, við erum svona brett upp ermarnar hætti þessu helvítis væli típur sem erum algjörlega óþarfandi. Við vorum frábæri vinnu og allt það en við erum öll meira að minna út brunnun og kulnuð og komið ógeð þessu öllu og ég er 50 og ég nenni alltaf að vinna lengur af því maður er bara búin með skammti fyrir lífið. Á meðan að hér eru einhverjar yngri kynslóðir sem er að mæta í vinnu og setja hana bara ekki neitt forgang og ég er bara ekki til í þetta bull lengur og þannig mætast þetta bara tveir ólíkir heimar og ég finn það alveg á fólki í kringum mig sem er í stjórnunastörfum, þau eru svona langar pínu að nota gamla raðferðir og raskjalla bara einhvern, skilurðu, og meðan að krakkarnir eru bara, heyrðu, ég er bara ekki til í að taka þátt í þessu. Þannig mætast tveir ólíkar kynslóðir og það er bara alltaf erfitt að svona einhvern veginn samþætta þetta. Og ég segi raun og veru með vínavinni að við skrifum okkur sem stjórnendur út á markanum ef við ætlum að beita X-kynslóðar vinnu etik á þessar nýju kynslóðar. Það er bara sættist ekkit við þetta og eðlilega. Við vorum ekkit á beinu breytinu með þetta ef við höfum aðeins tilbaka. Það þurfti kannski að finna einhvern milliveg. Mögulega. Eða bara hugsa, heyrðu, er ekki bara frábært að fá ungt og fest fólkinn á markaðin sem að breytir aðeins okkar hugmyndum, við þurfum aðeins að aðlaga okkur að og að bara einhvern veginn við verðum kannski svolítið svona norskara þjóðfélag eða þannig, það sem að bara fjölskylda og lífsgæður aðeins sett í forgrunn án þess að það endilega komi niður á hagnaði eða arsemi eða framleiðni í fyrirtækjum, því það er ekkit endilega raunin. Það var íslensk dæmi sent, það er bara fyrirtæki svo Hugsmiðjan sem ákvað að fara í 6 stunda 6 stunda vinnudag fyrir mörgum árum síðan og fann bara engar breytingar á framleiðni. Þannig að það er ekki þar með sagt að yfirvinna og keyrsla sé endilega alltaf besti kosturinn. Þekkir eitthvað mun á milli Íslands og annarra landa? Eru við meiri vinnuþjarkar? Eru við... Það er erfitt að segja,
þau land sem ég verið að vinna í, sem eru bara ekki kannski endilega þau sem við byrjum okkur saman við. Bróðum við vinnur í Noregi, þar bara allt annað stemming, sko. Er það ekki? Jú, ég held nú að við svona kannski, því við erum þetta lítil og við hefum svona fáa resursa, þannig að það svolítið að keyra oft á bara litlu teimi. Við eigum við þetta frábæra eiginleika og ekki og það að eiga bæði eldri kynslóður og yngri kynslóður og bara Íslandingar að við erum dugleg og við erum fylgin okkur og allt það, en það er spurning, hvað setjum við í forgang? Já. Svo aðalspurningin, hvað er heilsa fyrir þér og svo hvað er geðheilbrigði? Akkurat, sko, þetta er 3 tíma, nei, sko, ég svona, að því að við rættum, þetta var partur af því sem við vorum að tala mjög mikið í læknum og landafæra, að reyna að opna svolítið augu fyrir fólks í Egyptalandi, í Líbanon og fleiri stöðum, þar sem að kannski þekking á svona málum er ekkit mikil og ekki mikið talað þetta, þá erum við mikið að þetta. Þannig að til einhver bara svona skilgrein frá alþjóða heilbrigðisstofnuninni og ég svona í grunninn bara fylgi henni. Það er þríþætt. Þú veist, geð er líkamleg heilsa, án geðheilsu er ekkert. Og ég vil gjarnan bæta svona það sem við kallum félagslega heilsa við. Mér finnst það alveg ótrúlega skemmtilegt konsept sem fólk er ekkit sérstaklega tamt að tala að því sögðu þá er kannski líka gaman að hugsa sér sko það sem er heilsa fyrir einn aðila er ekki heilsa fyrir, eða það að stunda heilsusamlegt líferni eða vera í heilsu hrustu ástandi fyrir einhvern neitt er bara eitthvað allt annað fyrir einhvern annan og bara tökum maraþonhlaupara og ég tek eitthvað svona fárhaldæmi og frímerkjasafnara skilurðu, veist annar leggur mikla áslá kannski bara svona einhverja rökræna getu og hugræna getu og getuna til að einbeita sér og sita lengi við og eitthvað svona sko og meðan að maraþonhlauparinn að hann vill vera í mjög góðu líkamlegu formi. Alþjóða heilbrigðisstofnun segir líka að það dóu held í 3,2 milljónir á síðasta ári úr hreyfingaleysi. Bara sjúkdómum tengdum hreyfingaleysi. Við heldum verðum að viðurkenna það er eitthvað svona grunnheilsa sem við þurfum öll að hafa bara til þess að lifa af. En ég held að sko við höfum kannski verið að fletja þetta svolítið út með því að sko gefa út einhver svona almenn viðmið hvernig allir eigi að vera. Stereotypur. Akkurat, og ég ætla að taka dæmi. Ég er mikil út af ég elska að vera í góða formi og ég elska alla hreyfing og allt það, en ég þol ekki líkamsrækt. Og ég bara síðustu árum allt í hennu farin að hafa gaman að henni. Og ég hef einhvern veginn barið sjálfa mig niður frá því ég var bara 25 ára fyrir að vera ekki típan sem finnst gaman að vera í líkamsrækti þegar það er heilsusamlegt líferni. Og þetta er eitthvað sem að hendar mér óskaplega illa og ég hef einhvern veginn verið að nota svolítið mikið bara ráðgjöf til minna kona. Á sama tíma þetta hefur bara samfélagsmiðlar flatt svolítið út eða svona einhvern veginn aukið aðeins við kröfunar ykkur þú veist, hvað er heilsusamlegt líferni? Jú, það er einhvern veginn að stunda náttúrulega sjósund, þú veist, vera á gönguskíðum alla daga, upp allt og út allt og þetta bara hugnast ekkit öllum. Þannig að það er svona annar parturinn á þessu konsepti. Þriðji parturinn, og ef við tökum bara geðheilsuna, að sko, það er þetta gríðarlega margir, ég vil ekki að segja, sko, með lífið í lúkunum er svolítið skemmtilega pælinga því að það er í grunninn, þetta höfum við geðheilsuna svolítið í lúkunum á okkur. Ég er ekki að segja að við erum mismunandi frá náttúrunnar hendi og sumir eiga bara hausinn og taugakerfið og annað virkar mismunandi á fólki og gerir okkur misviðkvæm fyrir alls konar áföllum. Svo lendum við þetta í ýmsu og allt það, en við höfum gríðarlega áhrif og getum haft gríðarlega áhrif á hvernig okkur líður dag frá degi og til lengri tíma. Og þetta er ofboðslega skemmtileg og einföld meðferð sem þunglindi sem hefur reynst gríðarlega vel og þetta er athafnasemis meðferð. Behavioral activation. Það er að nota það sem við kallum ánægilegar athafnir til þess að hafa áhrif á hvernig okkur líður á hverjum degi. Það er að segja, ef ég vakna ekki í nógu góðu skapi, að í staðan fyrir að breiða bara þessu sænginu fyrir höfuð og segja, þetta verður vondur dagur, að segja, hvað get ég gert til þess að láta daginn verða betri? Og ef mér tekst það, þá vakna ég kannski aðeins skar á morgun og þá get ég gert kannski aðeins meira. Og aftur, ef við bökkum aðeins, það sem hendar mér að gera í dag til þess að láta mig líða betur, hendar ekki þér endilega. Þú vilt fara út að hlaupa, frábært. Ég þoli ekki fara út að hlaupa. Það gerir ekkert fyrir geðheilsuna mína. Þó að landlæknisembætti segi að útivera og hreyfing sé frábært fyrir alla, þá er það pínu útflatt. Þannig að það sem að mér hefur verið mjög tamt og ég bara byrjaði við erum svona geðheilbrigðis átakinu vinnustöðum og ég opnaði yfirleitt á fyrirlestir sem ég kalla
sko mín uppskrift á góðri geðheilsu og hún ekki geðorðin 10 eða einhver 7 ráð frá landlæknisembættinu, það bara hendur ekki öllum. Lætur þér akkurat, og ég vil bara taka dæmi fyrir nokkrum árum síðan var ég það sem mætti kalla plöntumorðingi. Ég gat ekki haft neitt lifandi plönturinn á heimilinu mínu, það bara dó, vistnaði allt og ég bara þoldi þetta ekki og ég skildi ekki fólk sem var með eitthvað svona græna fingur og fannst þetta skemmtilegt, þetta var bara ergilsi en langaði að vera þessi típa svo bara allt í einu fekk ég einhvern ægilegan áhuga á þessu fyrir mörgum árum síðan og ég get alveg sagt það að partur af minni góðu geð þessu í dag var eitthvað svona umbóta og ég hefði hlegið að þessu fyrir 10 árum síðan satt, góð geð þessa já, eða bara breytumst og erum alls konar einn vill safna frímerkjum, hinn vill vera í öskjuhlíðinni í skógargöngu og það getur haft nákvæmlega sömu góðu áhrif á ólíkar manneskjur og ég held að það sé það að segja við séum í lífið í lúkunum að það nákvæmlega þetta ef við náum að virkja okkur í að gera það sem að veitir okkur einhverja ánægju þá erum við að hlaða batterín, þá erum við að komast hjá börnáti og kulnun og við erum að svona auka endorfín og endorfín í líkamannum og serotonin í heilanum og við verðum aktífar og við verðum glaðari og okkur líður betur með okkur sjálf. Þetta svona grunnurinn að góðri geðheilsu. Svo þetta alls konar hluti sem flækja það. Þannig að ég veit ekki, ég held ég hef ekki svarað spurningunni þinni, en farið víðan völl. Jú, hvað heilsa? Þú veist, hún ekki sama fyrir alla. Nei. Ég svo algjörlega sammála þessu. Og kannski erum við búin að fleta þetta svolítið út og gera þetta svona að einhverju, þetta eitthvað svona félagslegu þrýstingur. Já. Að þú verður að vera svona til þess að vera heilsuhraust. Já. Þetta bara mjög góð pæling. Og takk fyrir að segja með lífið í lúkunum sé gott konsept því að þetta búið að vera sem sagt hugarfóstur mitt í mörg ár en ég einhvern veginn lét aldrei af því verða til hamingju. Já, þakka ekki hella fyrir loksins og þannig ég er búin að hafa langan tíma til að hugsa þetta og ég er sko komin með hátt í 70 hugmyndir á blað af viðmælendum og umræðefnum. Mér finnst ég vera svolítið merkilega að fá að vera svona snemma í röðinu. Það gaman. En þess vegna sko að því þú varst að tala með lífið í lúkunum að markmið að allir geti fundið 1 eða 2 þætti sem henta sér. Flott, já. Þú þarft ekkit endilega að hafa áhuga eins og þú segir náttúruhlaupum ef við tala einhvern það en þú hefur kannski allt í einu áhuga á líkamsvirðingu eða taugakerfinu eða bandorslósun sem búið að vera Já, eða henni sem var með svona útilífs náttúru alveg, hún bara hélt mér og hvað náttúran heilandi og heillandi algjörlega, já það einmitt, eins og þú segir, það kannski heilandi fyrir einn. Algjörlega. En kannski ekki fyrir annan. Nákvæmlega. Þannig, já. Það aðeinslegt. Yes. Ég las einhvers staðar af mental ráðgjöf því hveti til þess að geðheilbrigði eða því hveti til geðheilbrigðis og velleinar vinnustað og þetta verði forgangsverkefni á landsvísu á þessu ári. Hvernig gengur það? Það gengur bara vel, held ég. Eða sko, ég held að viti mjög margir af okkur. Við höfum verið að reyna að koma okkur að í bauta bara við tölum og annað slíkt og höfum verið að bjóða fyrirtækjum og félagsamtökum upp á fyrirlestra. Það svona eitt af markmiðunum okkar eða ég held að okkar velgengni sem fyrirtæki og að við náum bara að vinna í þessum málum, það snýr svolítið að því að okkur takist að fá umræðan í gang. Að geðheilsa sé ekki einkamál hvers og eins, við þurfum einhvern veginn öll að taka saman höndunum, fyrirtækin þurfa að axla sinn hluta af ábyrðinni og við erum svona verið að reyna að gera það sko á svolítið jákvæðan og uppbyggilegan hátt en það þetta líka hægt að taka þetta koncept út fyrir bara svona nokkrum ólíkum örmum ef við skulum segja að sko þegar ég segja þessi forgangsverkefni stjórnanda ef við ætlum bara að hugsa fyrirtækið okkar að þá þetta bara, við vitum það að aukinn kostnaður undanfarin ár bara í tengslu við veikindafjárvistir og bara fjarvistir starfsfólks og við vitum að í mörgum fyrirtækjum eru fjarvistir starfsfólks vegna geðheilsu yfir helmingur og við erum að tala í mörgum fyrirtækjum eru kannski 10-15% starfsfólks fjarverandi á hverjum einsta degi og kannski helmingurinn af því eingöngu vegna andlegra veikinda. Það háar tölur. Ofboðslega, og ég vil taka dæmi, bara 350 mann starfsfólks sveitafélag út á landi. Það eru 6.700 veikindadagar á ári. Wow. Yes. Það kostar sveitafélagi 270 milljónir á hverju einasta ári.
og það hefur svo sem verið, þetta er svo frekar nýtt fag sem ég er að vinna, ég er ekki til mikið af svona einhverjum yfirlitsrannsóknum, en Deloitte hefur gert gríðarlega skemmtilegar úttektir og sagt að sko fyrir hverja 1.000.000 sem við verjum í forvarnar, fræðslu og svona umbreytingaverkefni í tengslum við geðheilsu, getum við fengið á bilinu 5 til 9 milljónir tilbaka, bara í svona arðsemi á fjárfestingunni. Já, þannig að þetta er svona einn og þetta kallar maður svona sársaukin sem við viljum leysa, þú veist, áskorunarnar innan fyrirtækja sem við viljum leysa. Við erum líka tekið þetta út frá því að bara viljum við ekki bara vera næs fyrirtæki, næs stjórnendur og koma vel fram við, búa þannig og hlúa að starfsfólkinu okkar að því líði vel, að því langi til að koma í vinnuna á morgnana og fara ekki algjörlega búið heim á kvöldin með einhvern óbragð í munnunum. Það er svona bara, já, þetta er einhver svona bara humanity hugmyndir. Svo er þetta til bara, sko, eitthvað koncept sem heitir samfélagsábyrgð og svona, hvað heitir sustainability? Vá, það er bara allt í einu stólið mér, en það er svona, það kemur upp eftir. Já, þessi er svona tísku orða, það er sko, það er verið að tala að fyrirtæki þurfa að sína samfélagslega ábyrgð með því að huga að, þú veist, samfélaginu, umhverfinu og svona félagslegum þáttum. Og fyrirtæki hafa verið mjög dugleg í mörgu þessu og bara umhverfis þátturinn og það er allir að gefa út einhverja samfélagsskýrslur og allt þetta. Það er ekkit rosalega mikið talað um mannauðinn þar. Nei. Og mig langar til þess að geðheilbrigði verði fremsti þátturinn í því að fyrirtæki uppfylli samfélagsábyrgðina sína á félagslega sviðinu. Þannig við þurfum svona eins og grænfánaverkefni, við þurfum að taka upp bara bláfánaverkefni. Já, nei, alveg. Já, það væri draumurinn minn. Að það yrði svona, já, í forgrunni þegar við erum að tala um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Þannig að það er svona, þú veist, þriðji armurinn að þessu, sko. Þannig að það er einhvern veginn, þetta er mikils að vinna. Svo ekki sér talað að í dag eru þessar yngri kynslóðir, þær gera bara ráð fyrir og gera þær kröfur að þessu sé hugað og að þau fái svigrúm og sveigjanleika og stuðning og skilning frá stjórnendum og ég get næstum því fullyrt að helmingur eða meira af stjórnendum í dag hafa bara hvorki þekkingu, reynslunni, þjálfun til þess að takast á við þessi mál og segja bara við mig þegar ég kem inn í fyrirtækin, ég þori ekki eins og tala um þetta, ég veit ekki hvernig ég tala um þetta. Veist, það er verið að tala um að við eigum að fara í svona tjekkin til starfsfólksins okkar, svo jæja, hvernig líður þér í dag? Og stjórnendur segja mig hérna við mig, ég þori ekki að spyrja, hvað ef ég fæ fæ einhvern sem brotnar bara niður. Já. Þannig að hugmyndinu okkar er að aðstöða stjórnendur og fyrirtæki við vera tilbúin í að taka svona sálfræðileg fyrsta hjálp eins og það má til dæmis, það má alveg tala um það þannig að við ætlum ekki að fara að verða einhverju sálfræðingar, en sálfræðileg fyrsta hjálp er að kunna að hlusta, kunna að heyra, þú veist, hver er vandinn, hvað er þetta að gera, hvert get ég beintir, að kunna allavega að hringja á sjúkrabílinn, sko. Já, vita hvert ég var að hringja. Já. Þú veist, hvað geta stjórnendur gert? Hringt í mig. Ég veit það. Hringi mentalráðgjöf. Já, nei. Sko, það er mjög margir hlutir. Það er til dæmis bara, sálfræðileg fyrsta hjálp. Það er svona bara fyrirlestur vinnustofa sem við höfum getum komið inn með. Og hann er hægt að líka fá á netinu og hjá þessum Udemy og erlendu fræðslufyrirtækjunum. Ég veit nú ekki hvort það eru aðrir á Íslandi með að bjóða upp á þetta. Það er svona til dæmis eitt. Og við höfum í raun og veru líka verið að aðstoða fyrirtæki við að búa til það sem við kallum svona stjórnendatakt, það sem að við búum til takt í samskiptum þínu við starfsfólkið þitt, þannig að þú sért í þannig samskiptum við það að þú getir spottað eða borið kennsla á svona snembærmerki að það sé ekki allt í lagi og vitir þá, ok, ef að starfsmörun í ástandi A, þá er þú veist, bara viðbragðsáætlun B og viðbragðsáætlun, þá meina ég ekki almannavarnir útkall, heldur bara, þú veist, hafa samband við, veita, viðkomandi einhvern stuðning í formi sálfræðings eða annað. Þannig við hefum verið að búa til svona ferli fyrir fyrirtækin sem við kallum viðbragðsáætlanir og við verið að þjálfa stjórnendur í að geta verið það í þannig tengslum að þeir geti brugðist við nógu snemma, gripið inn í og veittan stuðning sem að þarf, bæði aftur til þess að forða bara fólki frá veikinda fjárvestum, en líka bara til þess að vera næs. Alltaf, já. En hvað getur við, sko, ef við tökum ekki bara stjórnendunar, heldur bara allir sem vinna á ákveðinu vinnustað. Já. Hvað er það sem hefur svona mest jákvæð áhrif á geðheilsu? Sko. Og líka hvað hefur mest neikvæð? Já. Sko það eru, ef að við
það er svolítið erfitt að svara þessu með einum hætti en við vitum að það er ákveðnið þættir í bara svona starfsumhverfi og stjórnunarháttum sem hafa mjög slæm áhrif og bara efsta blaðið er bara óskýr hlutverk. Ef starfsfólk veit ekki 100% hvað að gera okkur með einsta degi, þannig séð, og veit ekki hvað það þarf að gera til þess að standa sig, þá líður því illa. Og óskýr hlutverk má þetta bæta bara með meiri samskiptum, starfsmannasamtölum og öllu því, en líka bara góðum starfslýsingum, góðum teymisfundum, það eru mjög margir þættir. Bara svona sem dæmi, það eru ýmis svona strúktúrbreytingar sem hægt að fara í. Við vitum líka að svona, ég ætla ekki að segja fordómar, en svona ákveðin þöggun. Það er að segja, við tölum bara ekkit þetta, þá er þetta ekki okkar vandamál. Það hefur mjög slæm áhrif. Ekki smá meðvirkni. Já, eða svona, og jafnvel bara, ég veit ekki hvað ég að gera við þetta, og ekki bara leyfa starfsfólkinu að hafa þetta í friði. Og svona, það er kannski það sem er okkur mjög hugleikið fyrir utan einhverja svona strúktúrbreytingar og þjálfastjórnendur, er að bara, og ég orðaði það þannig að bara setja þessi mál á dagskrá. Ég ætla að vitna í fyrirtæki sem ég ætla ekki að segja hver er núna af því þau eru svona bara þessa dagana að fara public með það að séu vinna í þessum málum en það er svona frekar ungt startup fyrirtæki sem er mjög ört vaxandi með mikið ungu fólki og þar var stjórnandi sem að lendir í alvarlegum veikindum og sem má mögulega einhverju leiti rekja til ofkærslu í vinnu og hann var algjörlega brunnin út og kulnaður og hann hefur samband við okkur út af sinni reynslu og það að hann tali svona sem yfir maður og stofnandi fyrirtækisins, það setur tónin. Að við séum sagt, á öllum levelum að þá séum við opin og það er ekki þar með sagt að við ætlum að sitja í kaffistofun og gráta saman út af æsku áföllunum því stöldum sér fólk það einhvern veginn fyrir sér sem er þetta bara ykt mynd en að við séum bara opin, þú veist, bara, ég er að sofa mjög illa, mjög erfitt heima, ég þarf smá sveigjanleika eða ég þarf bara svona, þú veist, er það til að klappa öxlin á mér eða bara ekki, þú veist, þetta þarf við frá ykkur. Að við séum einhvern veginn bara svolítið opin og hreinskiptin með það að okkur getur liðið alls konar og þó við hafi ekki endilega áhrif á vinnun okkar að þá séu það bara það mikilvægu þáttur í bara því sem hvernig við erum saman inn á vinnustæðanum. Þannig að það getur verið til dæmis bara annar hlutur er að koma inn með bara smá fræðsluherferð. Við höfum verið að vinna með fyrirtækjum í alls konar bara svona leikjum til þess að koma þessum hlutum á dagskrá, alls konar viðburðir. Við erum að innleiða svo kallar geðheilsustefnu í fyrirtækjum og partur af því er að bara opna umræðina. Ja. Númer 3 er bara fyrirmyndin í stjórnendum almennt og fólk áttar sér stundum ekki á því að til dæmis að ég segi sko það er mín stefna sem stjórnandi í fyrirtækinu hér ríkir sveigjanleiki. En ég er alltaf í vinnunni frá korter yfir 7 til korter yfir 7. Já. Það er engin annar að fara heim. Nei, og ekki bara í sveigjanleika heldur í umræðinni og í bara því hvernig við tölum hvaða stjórnunarstíl ég nota hefur algjör áhrif á hvernig fyrirtæki funkar og sérstaklega í minni fyrirtækjum. Þannig að svona fyrirmynd og bara vinnumenning og bara svona vinnustaðamenningin, hún mótast mjög eftir höfðinu dansa limitnir sko. Þannig að það er svona kannski annar þáttur sem okkur hefur verið tanta að reyna að vinna með stjórnendum og fyrirtækjum í að hvað segir maður, walk your talk. Já. Eða svona, já. En ef við erum ekki að taka stjórnenduna heldur bara, hvernig get ég haft góð áhrif á þig? Ef við verðum að vinna saman. Já, geðheilsulega. Sko, ég held að kannski það fer svolítið eftir hvaða típur við viljum vera. En við hefum verið til dæmis að innleiða það í nokkru fyrirtækjum að sko við ætlum að vera, við ætlum að tengjast, við ætlum að tala saman og ég ætla að láta mig þig varða. Og það er einn af þeim þáttum sem að ræður mig miklu, ég var að tala frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnun að gefa út þætti sem hafa neikvæð áhrif á geðheilsu. Einn af þeim þáttum er vöntun á tengslum inn á vinnustæðinu mínum. Já, ekki vin eða vinkonu. Það er enginn sem að lætur mig varða eða þykir andu mig og myndi kannski ekki einu sem taka eftir því ef ég kem ekki í vinnuna. Þetta er held ég punktur nummer 1, 2 og 3. Að við pössum og þarna koma svona, hvað heitir þetta íslensku, inngilding og fjölbreytileiki auðvitað gríðarlega mikið inn í að við séum, það sé allir með og við vinnum að því statt og stöðugt inn á vinnustöðum sem stjórnendur og starfsfólk að passa að það sé enginn skilin út undan, við eigum öll eitthvað svona buddy eða vin í vinnunni, við pössum okkur upp á að
þó einhver sé eitthvað öðruvísi eða kannski eigi sér til að draga sér hlé að passa að hafa fólk með á sama tíma og við berum virðingu bara fyrir mörkum hvers og eins. Þannig ég held að svona, að tilheyra. Já, og að passa við tilheyrum og passa að það að tilheyra þýði að það, þú veist, það er einhver sem að spyr mig og ræður við mig og allt það. Ok, þetta hefur auðvitað bara góð áhrif á okkur bara, þú veist, við vitum alveg hvernig það er bara einhver sem segir Helena og ég er svona, er bara manns nafni mitt, þú veist. Það að einhver sín ykkur áhuga, það er svona samanlega góð tilfinning sem er falin í því. Það er kannski svolítið tengt þessu að hafa tilgang í lífinu. Já, vera einhvern veginn, vera partur af einhverju og tilheyra einhverju og hafa, einhver tilgang á mig sér hlusta og ég skipti einhverju máli. Að því við erum 7,1 milljarðar og það er svo næs að vera allavega, ég sé ekki nema 1 lítið peði í þessu öllu saman og einhver takk eftir því að ég sé að færa mig til. Það er svona kannski, þú veist, fyrsti þátturinn af þessu er svona bara að við fáum einhverja tilfinningu að við tilheyrum. Það er mjög góð afleiðing af því að ef við erum duglegir í að passa på allir séu með og allir tilheyri og við séum að spyrja og láta okkur hvort annað varða að þá getum við gripið fólk fyrr. Við hefum séð og ég hef séð inn á vinnustöðum fólk sem var algjörlega augljóst að vara að kóðna niður, gjörsamlega að fara og búin að vera þetta á brúninni lengi en af einhverjum ástæðum alls konar samskipta, erfileikar og stjórnunar erfileikar og annað, bara allir hort framhjá. Og svo einhvern veginn verður fólk voðalega hissa þegar við komandi fyrir út af brúninu, sko. Og það er auðvitað bara sorglegt, vegna þess að þannig erum við erum samfélagin og vinnustað og þar þurfum við að passa upp á það að það skipta allir jafn miklu máli og við einhvern veginn tilheyrum öll þessum hópi, þannig að við gleymumst ekki. Það er að grípa einstaklingana með fræðslu og forvörnum. Já, og bara tala saman. Bara Erla, er hérna, þú veist, ég sé út búin að vera rosa döpur undirferð, er allt í lagi. Akkurat. Og kannski vill við komum bara ekkert tala það er bara fínt. Og við þurfum að kunna svolítið að nálgast þetta og það sem við erum að reyna að þjálfa upp hjá fólki og hvetja til umræðu hvernig við eigum að bera okkur að því við getum heldur ekki verið svona bara í andlitinu og hvort það er að segja, jæja, hvernig líður í dag? Einhvern veginn. Þannig að þetta er svona ákveðin lína. En að við gerum þetta og við gerum þetta markvisst og við vitum þá hvernig við eigum að bregðast við og fáum leyfi hjá viðkomandi að segja, heyrðu, má ég tala við yfirmannin eða vilt þú að ég komi með þér eða hvernig sem við getum gert það, sko. Þannig ég held að það sé svona afleiðingina af þessari inngildingar hvað varðar geðheilsu og vellíðan og hún er svo að við getum gripið hvort annað og við getum forðað bara mannlegum hörmungum. Svo ekki sem talaðum bara kostnað og alls konar slíka hluti, sko. Þannig, bæði sko heilsufarslegur kostnaður og fjárhagslegur kostnaður. Já, og bara og mannlegur kostnaður. Þess að það að líða illa í vinnu eða hvort sem manni líður illa þegar maður kemur í henni eða ekki og vera einhvern veginn að ströggla sem er íslenskt orð. Ég er ekki ég var að komast að einn daginn, ég er ekki að sletta að svo við séum ekki að ströggla í einhvern óákveðin tíma eða langan tíma og finnst eins og einhvern veginn öllum sé saman það. Þannig að þetta er einhver svona bara fegurð í því að vera partur af mannlegu samfélagi sem við megum ekki gleyma, við þurfum líka að sinna inn á vinnustöðum. Þannig að. En þegar það kom upp svona alvarleg atvik eins og gerist oft inn á stóru vinnustöðum, það kemur kannski upp einelti eða andlegt ofbeldi eða hvað heitir þessi ferli sem er sem er búið að búa til. Já. Það er náttúrulega tilferðlar fyrir því. Já. Hvernig á að taka á þessum málum en þetta smita svo rosalega oft út frá sér og hefur áhrif á allan vinnustaðinn og alla samstarfsmennina og geðheilbrigði á mjög neikvæðan hátt sérstaklega yfir langan tíma. Já. Ég velta fyrir mig er þetta eitthvað sem þið eru að benda á í þessum forvörnum? Já, algjörlega. Sko við hefum ekki gefið okkur út fyrir að vera þessi úttektaraðili sem fer inn í eineltismál. Við hefum gert úttektir sem hafa komið upp alls konar hlutir sem er ljóst að hefði mátt taka á með miklu betri hætti miklu fyrr en við svo sem gefum okkur ekki út fyrir að gera þessar úttektir. En auðvitað kemur þetta upp og við erum þá auðvitað að gefa bara þeim stjórnum sem við erum að vinna með ráðum hvernig er hægt að breyta og bæta. Ég held að svona maður ekki að gera lítið úr neinum af þeim ofbeldismálum og kannski hægt að taka ákveðin mál og þetta út fyrir sveg. Ég ætla að reyna að tala svolítið almennt með svona þeirri vissu að ég sé ekki gera neitt lítið úr bæði bara þolendum og þeim áhrifum sem þetta getur haft á fólk.
en svona mál þarf að stoppa fæðingu. Já. Og það stjórnunarvandi. Alltaf. Punktur. Mér langar eiginlega ekki að segja mér meira með það. Liggur við, sko. Já. Það bara stjórnunarvandi. Ef að stjórnendur sjá ekki svoleiðis í uppsiglingu, ekki þannig tengslum við starfsfólki að það fái upplýsingar það, átti sér bara ekki á hvað í gangi, eða þegar átti sig á því þor ekki, get ekki, vilja ekki taka á því af ástæðum sem geta verið alls konar meðvirkni, kunnugleiki, þetta lítið land, vilja ekki styggja frábæra starfsmenn, þetta alls konar auðvitað, en vandinn verður auðvitað, hann hverfur ekki með því að líta fram hjá honum og ég held að bara allt og mörg fyrirtæki séu, hafi gengið gegnum slíka erfiðleika þar sem ef við horfum í baksinni speilin þá hefði við rætt að taka á þeim miklu fyrr og án þess að við ætlum að segja við sem einhverju sérfræðingar í því að þá það eitthvað sem við höfum verið að vinna mjög öflugt með fyrirtækjum í vegna þess að þetta rót alveg ótrúlegar vanlíðunar hjá stjórnendunum sjálfum hjá gerendunum sem ekki endilega alveg hreinir og beinir gerendur vegna þess að það þetta bara fólk sem getur líka liðið illa, hefur lent í einhverju og svo þetta þolendum og bara öllum þeim sem kringum og smitast af einhverjum samskipta, mátum sem að þeir ekki í lagi. Já. Ég man eftir því vor að þú talaðir að geðheilbrigði spyr ekki að því hver við erum. Já, þetta nefnilega sko. Við höfum einhver tendens, einhverja tilhneigingu til þess að halda geðsjúkdómar, þeir ráðist bara á einhverja, orðað aðsnæðlega minnimáttar, eða einhverja þá sem hafa orðið undir í lífinu. En ef við skoðum algengi geðsjúkdóma, og þá sko, kannski ágætt að fara aðeins út í bara hvað sko, geðsjúkdómur. Geðsjúkdómur ekki það að liggja og geðdeild heyrandi raddir. Þunglindi geðsjúkdómur, kvíðaraskanir geðsjúkdómur, svefnvandi hefur verið skilgreindur innan geðsjúkdóms og fíknivandi og fleiri hlutir. Þannig að ef við skoðum algengi þessara algengu geðraskana að þá óhætt að segja að fjórðungur fólks að kljást við geðraskun af einhverju stigi á hverjum tíma. Yes. Það ekki svona margir puttabrotnir á hverjum tíma. En yfir allt æviskeið? Jú, yfir allt æviskeið kannski meira þessi fjórðungur. En það svona kannski einn af hverjum svona cirka 20% sem á hverjum tíma að kljást við einhver einkenni, alvarleg einkenni einhverja geðvanda. Og ef við skoðum það algjörlega ljóst að það get ekki bara verið undirmársfólk eða hvað fólk sem það sko. En það einhver svona hugmynd sem við höfum í höfðinu að þetta hljóta að vera fólk sem einhvern veginn hefur orðið undir í lífinu. Það bara alls ekki þannig. Þetta getur bara slegið hvern sem Við erum frá náttúrunar hendi á ákveðnum bara, náttúrunar einhvern veginn hefur skapað okkur með einhverjum hætti sem við erum næmari fyrir þessu, svo lendum við í einhverju lífinu og ég hef sjálf og ég hef aldrei trúað því bara af því að vera ekki að vinna í dálítinn tíma sem var mitt val var ég svona komin á ég myndi segja svona ekki þunglindi en alveg nálægt í bara með einhverju svona vanvirkni yfir lengri tíma og ég held að fólk sem þekki mig myndi verða mjög hissa ef ég segi þú þunglind, nei þannig að þetta eitthvað, hún spyr bara ekkert að því hver við erum það alls konar aðstæður og bara tímabil og atburðir sem að geta gert það að verkum að fólk byrjar að þróa með sér yfirleitt yfir einhverju lengri tíma stundum í kjölfar einhverja skyndilega atburða stundum í kjölfar einhverja svona erfiðra tímabila og við getum alveg sagt að ákveðnar raskanir eru líklegri hjá öðrum kulnun sem enda ekki skilgreint sem geðröskun eða geðsjúkdómur heldur bara svona vinnustaðavandi eins og staðan í dag en það önnur saga það ákveðna típur, það svona einhverjar með smá fullkomnunar áráttu og típur sem til að stressast upp og vilja halda öllu svolítið svona, það kannski típur sem eru líklegri en í grunninn þá ekkert spurt að hverju þú ert sko. Ég þekki nefnilega marga því miður, allt og marga sem hafa lent í kulnun og það erfiðasta þegar ég hef rætt við þetta fólk það erfiðasta fyrir þá eigin fordómar þau skammast sín algjörlega. Sem svo skakt af því að þetta ekkert en það kannski partur af ástæðinu fyrir þau landi kulnun í upphafi sko. Þetta kannski, þarna við þetta kulnun eitthvað ástand þar sem þú ert að halda á allt og mörgum boltum í einu og þér finnst og þú finnst þú vera að missa þá alla á hverjum einasta degi og það að
að því það er pínu líka svona félagslegs þrýstingsvandamál. Mér finnst þurfa að vera frábær á öllum vígstöðum og það er ekki hægt að því það er bara margir boltar. Þannig að það kæmi ekkit á óvart ef að ég bara kann ekki rannsóknar niðurstöður með það að það væri fólk sem að lendir í kulnun að því kannski meira andum eða verði meira eða auðveldar fyrir einhvers konar þrýstingi heldur en þeim sem er frekar slétt. Skilur þú? Það segir sig eiginlega sjálft. Já. Ég skrifaði einhvern tímann grein á bloggi mitt sem er á heilsuerla.is sem heitir velgert ofurkona. Einmitt. Því það var alltaf verið að hrósa mér, þú ert svo dugleg, þú ert svo mikil ofurkona og þetta getur þetta og hitt og ég á endanum klesti ég á vegg. Algjörlega. Og þá fór ég að endurskilgrina, hvað er ofurkona? Ofurkona er ekki svo sem er með alltaf marga bolta á lofti, heldur svo sem kann að setja sumar, kann að segja nei, algjörlega. Velja það sem gefur sér eitthvað í lífinu og nærir, andlega og líkamlega og félagslega, en ekki í kapphlaupi. Algjörlega, ég verði að reyna að selja fyrirtækjum og gengi bara ágætlega og ég haldi eina fyrirlestur út að hann heitir þorð að vera meðal. Og þá meina ég ekki meðal í þeim skilningi að þú er ekki að sinna vinnunni þinni, ala börninni þín upp eða skara fram úr einhverju sviði þú þarft ekki að skara fram aðstæðar en að þora að viðurkenna að líka að hlutinni þurfi ekki að vera fullkomnir til þeir séu velgerðir og ég þarf ekki að vera í fullkomnu formi ég þarf ekki að skila öllu af mér algjörlega ein og ein stafsetningavilla í tölvupósti þó að fara mikið í tökunar á sjálfri mér sem er með fullkomnunar orð í grunninn að það kannski ekki alveg heiminn og jörð farast ekki þó það séu eftir okkar hlutir sem eru kannski ekki alltaf fullkomnir svo lengi sem bara markmiði næst og við komum okkar framfæri og fólk bara les og einhvern veginn viðurkenni það sem við erum að koma framfæri þá er allt fínt. Þar með ég ekki að segja að við eigum að verða eitthvað meðal í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur en er ekki bara allt í lagi að skara ekki fram úr öllum vígstöðum Það er algjörlega rétt. Já. Hvernig náum við svo raunverulegum árangri? Í geðheilsu. Í geðheilsumálum. Ríkisstjórnin er búin að gefa út áætlun til eitthvað, man ekki, 2028. Nei, man ekki, ætla þess ekki 2022 til 2025 eða eitthvað. Þar eru mjög fallega orð. Reyndar ekkert minnst á fyrirtæki og atvinnulífið, en þar eru mjög, mjög fallega orð. Ég ætla, stunda smá hræðsluáróður. Það er faraldur. Það er geðheilbrigð eða geðvanda faraldur. Það er ekki spurning. Við vitum ekki alveg hvort að geðvandi er að aukast í algengi en það er allavega að aukast að fólk viðurkenna og að fólk láti undan honum og viðurkenni og þori að segja, heyrðu, ég get ekki. Ég á ekki meir. Frábært. Já, sem er bara frábært. Við sjáum að það er algengra af yngra fólki. Ég ætla að leyfa mér að segja að þau séu ekki svona ægilega viðkvæm blóm heldur að þeir séu bara hugrakkari og þau þóra viðurkenna. Þeim er líka bara tamara að horfa þess inn og við segja, heyrðu, mér líður bara ekki nógu vel, þetta er ekki hægt, ég þarf að gera eitthvað í því. Þannig að ég ætla að leyfa mér að segja að þetta er stórt vandamál í öllum skilningi, félagslegum, efnahagslegum, mannlegum, þjóðfélagslegum, bara öllum skilningi er geðvandi bara alveg risa stórt vandamál. Eru einhverjar rannsóknir sem sýna aðal ástæðunar, af hverju? Nei. Við vitum alltaf lítið heilan. Við vitum ekki af hverju einhver þróa með sér kvíðaröskun. Eða af hverju manneskja sem að verður fyrir áfalli, 2 manneskjur verður fyrir sama áfalli, önnur lappar út, hin með áfallastreituröskun. Við vitum svo sem ýmislegt ferlin sem að ef við getum gripið mjög snemma inn í, þá getum við komið veg fyrir að fólk þrói með sér þessi vandamál. En við vitum ekki af hverju ein manneskja er líklegri til þess að þróa þið með sér án aðstöðar eða forða sér frá því að þróa þið með sér án aðstöðar en ekki hinn. Það vitum við ekki. Hefur þið lesið bókina The Body Keeps the Score? Það er talað svolítið þar. Já, við vitum að það er til eitthvað sem heitir kvíðanæmi. Það er svona einhver mjög algeng skýring í sálfræði í dag að ef við hugsaum bara svona bregðin börn versus ekki. Það er ýmislegt sem segir til að þau séu haldin því sem við kallast kvíðanæmi. Og auðveldasta útskýringin á hvað er kvíðanæmi og hvað ekki. Ég og önnur manneskja getum sest niður í stól hjá hjúkrunarkonu, hún sprautar í okkur adrenalíni sem er kvíðvaldandi efnið, eða efnið sem kemur fram þegar við lendum í kvíða.
eða þannig magni að það ætti að valda nákvæmlega sömu lífveðrislegu viðbröðum hjá okkur báðum. Önnur manneskjan bilast úr kvíða við þessa sprautu, hinn sallaróleg og við veitum ekki af hverju. Okay. Og þetta er mögulega, ef við gætum útskýrt af hverju þetta þá væri við mögulega komið með svarið. Allavega eitt af þeim. Við vitum að það er ýmislegt sem að fólk lendir í sem að það byrjar að þróa með sér í kjölfarið annarkvort þunglindi, áfallastreituröskun og kvíðaraskanir. Við vitum mjög vel hvernig við getum aðstofa fólk grípum við nógu snemma inn í til þess að forða sér frá því að lenda í þessu. Ég hef sjálf lent í alvarlegu, lent í bara því þegar vera í bæ þessum snjóflóð fjall og það var bara hræðileg nótt og ég man alveg næstu daga og næstu vikur þar sem ég var að upplifa það sem við kallum svona flashback og endur upplifa atburðin og allt sem við lendum í og allt það. Ég eins og þessi sálfræðingur vissi nákvæmlega hvað ég ætti að gera og ég vissi það frá upp að ég myndi aldrei þróa með mér það sem að héti áfallastreituröskun. Ef við getum kennt þetta, bara sem dæmi. Og sama ef að börn að þróa með sér kvíða, röskun, skólakvíða eða eitthvað, en við vissum sem foreldrar hvernig við getum bragðist inn í til þess að grípa nú snemmin í, þá getum við mögulega að forða þessu. Þannig að ég held það er að veita endalausum peningum í þessi mál og við náum ósköp litlum árangri af því við erum að gera það með röngum aðferðum, það er verið að nota lyf allt of mikið og það er ekki verið að grípa nú að snemma inn í og nota forvarnir og fræðslu og vera bara með geðfræðslu, nógu snemma. Já, bara í grunnskóla og í foreldrafræðslu og allstaðar vegna þess að þetta er mál sem að og þar með alls ekki að skella skuldinu og hvorki foreldrarinn í fólki sjálft sem að þróar með sér þunglindi, kvíða og annað. Af því að ég er ekki að segja að þetta séu óbreyðilegar aðferðir og ég er ekki að segja að við getum farið í allar þessar forvarnir og fræðslu þá upprættum við þetta, alls ekki. En ég er alveg viss að við gætum gert þetta bærilegra og við gætum náð árangri. Þetta er hins vegar þannig strúktúrbreyting og þjóðfélagsbreyting, ég er ekkert viss að hún sé eitthvað gerleg. Þetta er eitthvað svona drauma heimur sem ég er að tala en ef ég væri forsætisráðherra eða heilbrigðisráðherra, ég er ekki viss ég myndi skrifa þetta inn í stefnun og byrja á svo morgun, sko. Þannig að ég held að þetta sé ekki þannig mál. En það þarna þættir sem við getum lagt áherslu á og ég held að lausnin sé ekki að þrátt fyrir að þetta sé algjörlega undir fjármagna kerfi og nú er ég að tala gegn bestu samvisku, þá er lausnin ekki að veita endalausum peningum í að lækna þá sem eru sjúkir. Heldur fyrirbyggja. Algjörlega. Og það er það sem við erum að reyna að gera í þessu, í mentalráðgjöf, er að reyna einhvern veginn að segja, heyrðu, þegar að fólk er komið í kulnun, það er bara seint. Ég fengi til mín fólk sem er komið í svona það sem ég kalla bara alvöru kulnun. Þess að það kemst líkamlega ekki fram á rúminu. Það er bara 2 ára ferli að koma því fólki aftur í vinnu. Og það er bara seint að fara að grípa þá inn í og senda fólk til sálfræðings þegar það brotnar saman inn á skrifstofu hjá mannastjórunum. Það er eitthvað sem við áttum að grípa miklu fyrr og þar bera fyrirtækin bara sem partur af þessari mannlegu ábyrgð sem við berum öll á hvort öðru og bara sem auðvitað vinnuveitandi sem er uppspretta, auðvitað vinnustæðurinn er uppspretta streitu og alls þessa. Þannig að bera fyrirtækin bara töluverða ábyrgð og mig langar að vera allavega partur af því að reyna að einhvern veginn fræða þau, hjálpa þeim, gefa þeim tólin og tækin og þjálfunin og fræðsluna til þess að geta tekið þessa ábyrgð alvarlega og einhvern veginn tekið þátt í þessu samfélagsverkefni. Algjörlega. Að því ef við höfum ekki geðheilsuna þá fer líkamlega heilsan. Það koma bara líkamlega einkenni út frá andlega. Algjörlega og það spilar allt saman og líkamlega einkenni geta spilað inn í geðheilsuna og ég held að því við vorum að tala um það við höfum kannski ekki til alveg skilgreint hvað er geðheilbrigði. Nei. En það að vera við góða geðheilsu þýðir að við erum í einhvers konar andlegu ástandi til þess að geta tekist á við það sem lífið hefur upp á að bjóða. Hvort sem það er að nýta tækifærin, nýta hæfileika okkar, takast á við áföll og áskoranir og einhvern allan annan djöfuldóm sem að þetta getur verið bæði hundlegilegt og frábærlega skemmtilegt og við þurfum einhvern veginn að vera í andlegu ástandi til þess að geta verið á báðum vígstöðum ok, og ekkert síður til að blómstra. Heldur til þess að forða, en líka til þess að þetta bara forða okkur frá því að lífið færir okkur alls konar og við þurfum einhvern veginn að vera í stakk búin til þess að takast á við það
eða kunna beygja okkur undir það ef við getum það ekki og einhvern veginn líða þannig að það sé ekki veikleikamerki og merki að ég sé einhvern veginn þjóðferðislega ekki samþykkt ef að ég segi bara, get ekki. Þannig að ég veit ekki hvort að það besta skilgreiningin á geðheilsu en ég held að sjá geta að horfa á hana þannig að þetta eitthvað ástand sem að við þurfum að kunna vera í og við þurfum að vera færa vera í og við bara líkamlega, andlega og félagslega þurfum við að vera í standi ef við ætlum að halda geðheilsunni í lagi. Eitthvað sem þú vilt bæta við svona lokum? Sko, ég fæ mjög oft spurninguna hvaða vitleysa þetta ekki bara verið það sjúkdóms- og aumingjavæða allt saman og þurfum við nú eitthvað að vera að spá í þetta. Og alls konar skringilega komment það af hverju geðheilsa og vinnustað ætti að vera mál sem að stjórnendur að taka svona til sín. Mér er stoltið gaman að hugsa þetta alveg út frá akkurat öfugt að einhvern veginn að sko, kannski við erum pínulítið hrædd við hið óþekkta og við erum auðvitað hrædd sem bara stjórnendur og starfsfólk og alls konar að fara einhvern veginn út í einhverja laug sem að við svo kannski röddum ekki alveg upp úr aftur. Þetta vegferð og þetta verður ekki leyst með því að fá Helenu hjá Mental og fyrirlestur inn í fyrirtæki í klukkutíma. Heldur þetta vegferð og hún getur tekið alltaf tíma, hún getur tekið alltaf kjark og ég þau fyrirtæki sem ég hef verið að vinna með hinga til hafa sýnt alveg ótrúlegt þor og kjark og mér langar kannski bara vekja fólk aðeins til umhugsunar að þó þetta sé pínu kannski okkur virðist sem þetta sé einhver svona gruggug laug og þetta sé eitthvað sem ég þori ekki að fara út í að því ég veit ekki alveg hvernig ég kemst upp úr henni að þora að dýfa tannóni og hvort sem það að gera það með okkur eða lesa sér til eða fá mannes teimi til þess að sérhæfa sig en að bara þora að taka þetta stökk eða allavega að dýfa tannóni og byrja þó það sé ekki nema bara að tala um þessa hluti, setja það á vefsíðuna sína, við viljum vera fyrirtæki, hvernig gerum við það, taka samtalið inn í fyrirtækinu að þó það væri ekki nema bara það að hefja umræðin og setja þetta á dagskrá. Ég held að það væri svona kannski, það sem að ég myndi óska mér að flest fyrirtæki myndi gera á næstunni. Þannig að við erum vonandi búin að sá einhverjum fræjum einhver staðar vonandi sem fær fólk til að hugsa. Kannski. Er það ekki tilgangur það er tilgangur með þessu allir saman, ekkert annað. Sá fræjum. Bara takk kærlega enn og aftur fyrir að gefa þið tíma. Ótrúlega gaman að spila við þig. Takk fyrir mig. Og gangi þér rosa vel með þitt. Takk fyrir það.